Bólusetningar eru ein áhrifaríkasta og ódýrasta leiðin til að koma í veg fyrir að börn láti lífið. Á heilsugæslu í Port-au-Prince á Haítí er fullt út af dyrum og mæður og börn streyma að. Nú verður undirbúa bólusetningu og það verður að bólusetja fyrir mislingum og mænuveiki held ég, og svo er mjög áríðandi að gefa A-vítamín til að styrkja ónæmiskerfið í landi þar sem að vatnsmál og hreinlætisaðstaða er algjörlega í molum. Í hópnum er Esperencia sem fæddist fyrir einungis viku síðan. Hvorki læknir né ljósmóðir voru viðstödd fæðinguna sem fór fram í yfirfullum tjaldbúðum. Sá eini sem móðirin hafði sér til halds og trausts var 11 ára gamall sonur hennar. Faðir Esperenciu lést fyrir 5 mánuðum þegar kólerufaraldur gekk yfir Haítí. Þá var móðir hennar komin 16 vikur á leið. Það sem er svona slærmann er að hún býr í búðunum og hún metur það þannig að það sé öruggara að vera ein heima að fæða barnið með 11 ára syni sínum heldur en að sækja eftir hjálp eða fá einhvern til að vera með sér. Því að ástandið í búðunum er þannig að eftir að vera dimmt þá ferðu ekkert út. Það er stríðsástand. Tjaldbúðir er ekki staður fyrir lítil börn, hvað þá 7 daga gömul. Margvíslegir sjúkdómar breiðast þar auðveldlega út og án bólusetninga eru börnin varnarlaus. Við höldum að við getum ekki breytt heiminum, en við getum það. Við getum það með því að gefa nýfæddri 7 daga Esperenciu bólusetningu. Fyrir 2000 krónur getur UNICEF útvegað 120 börnum bólusetningu gegn barnaveiki og öðrum lífshættulegum sjúkdómum. Hringdu núna.